Ég heiti Sverrir Bergmann Magnússon, ég söngvari og líka annar þáttastjórnandi Game TV sem legendary töluleikjaþáttur. Ástæðan fyrir ákvað að vera styrktarforeldi svo líklega bara af hverju ekki, því að þetta er svo lítil fjárhæð þannig sem að gera samt svo mikið fyrir einhvern einstakling út í heimi. Ég borga bara þennan reikning sem ég fæ mánaðarlega og svo fæ ég að vita alltaf svona án. Ég fengi myndir af mínum drengunum Krippar Amnishat, og bara hann hefur gaman að teikna og maður fær svona að sjá andlitið á bakvið þann sem maður er að styrkja. Ég bjóst ekkert við að fá myndir og fá svona almennilega fréttir. Maður yfirleitt kannski styrkir eitthvað svo fæ maður ekkert að vita nema bara hvenær maður á að borga næsta reikning. En þarna fæ maður eitthvað aðeins svona að vita af þeim sem maður er að styrkja. Hann var yngstur 4 barna, misti mömmu og pappa í einhverjum ræðilegum jarðskjálfta, endar einhvers staðar einhverjum munaðleysingahæli. Það hefur einhver að hjálpa einhvers staðar og þetta fólk er að gera það og býður svo fólki eins og mér og þér og öðrum tækifæri til að vera með í þessu. Ég maður náttúrulega læra af þessu því að þú veist, maður kannski vera þakkláttur fyrir litlu hlutum, ekki vera að hengja sig yfir eitthvað svona algjör kjafta sem skiptir engu máli. Ef þú átt bíl þá er hann óankomur á milli staða, það þarf ekkert endilega að kosta 10 milljónir og vera með leðri. Fólk ætti að skrá sig sem styrktarforeldi SOS barnaþorpa bara til þess að gefa af sér ef það getur. Ef þú átt eitthvað smá auka sem þú getur gefið, þá ertu að hjálpa einhverjum og þú ert að gera heiminn í rauninni að betri stað. Þó sé ekki nema pínlítið, margt smátt gerir eitt stórt.